Góðan daginn áhorfendur góðir, velkomin aftur að skjánum. Enn eitt leikur að fara hér fram í bikarkeppni, úrslita bikarkeppni HSÍ. Það búið að vera mikil skemmtileg helgi og nú er komið að þriðja flokki kvenna. Og til úrslita er Fram, sem urðu nú bikarmeistara hér í gær í meistaraflokki kvenna, og IBVF.
Þannig að ég held að þetta getur orðið skemmtilegur og flottur leikur. Þetta eru 2 flott lið og verður gaman að sjá hvernig þau svona stilla upp sínum byrjunarliðum og svona hvaða taktíkar þau eru með í byrjun. Fram nú reyndar efst í deildinni. Það búin að vera áberandi svona stabiliserast þar í Íslandsmótinu í vetur og ég minnir að IBVF sé í 5. sæti, 6. sæti, þannig að svona fyrirfram þá ætti margt að vera með Fram en bikar er bikar og það breytir miklu þegar þú komið þar, þá svona breytast hlutinni. Þannig að við skulum bara sjá hvað gerist. Ég held að tvær, nú trúlega ekki mikið, en svona einhverjar 2 hérna hjá Fram sem voru á bekknum í gær. Það var alltaf ljóst að Heiðrún markmaður, hún var markmaður í meistaraflokki og IBVF byrja bara að þynga í vandræði. Það spiluðu, IBVF spila bara nánast 4-2 og að búa til þvinga leikmenn í erfiðar ákvarðanatökur. Sjáum hvað Fram gerir þetta öðru sér, það plúsar á hægri vænginn. Það númer 14 hjá það sem þær að plúsa er Ásta Björt. Hún hefur nú örfend stelpa sem hefur verið að skora talsvert í 3. flokki í vetur og verið góð í vítum líka, þannig að það er gaman að sjá hvernig þetta gerist hérna hjá þeim. Já, það Framararnir. Þarna nú ekki minni skipta hjá Fram. Lena. Við höfum eftir að sjá mikið af henni hér, Lena Margrét, hún hefur verið að koma inn á í meistaraflokki. Virkilega frambærileg og skemmtileg með góðar hreyfingar. Það fer örugglega kröftulega hér af stað. Það leysa inn. Framararnir virðast þetta. Þriðflokkur virðist bara vera nánast sem maður segir, copy-paste af meistaraflokki. Þær eru búin að keyra hér hraðahlaup 2 og ætla sér greinilega að keyra mikið í hraðahlaup. IBVF reynir þetta sama, fer inn í 4-2. Frábærlega varið. Heiðrúnin frábærlega varið. Það er nú ekki slæmt að hafa markmann eins og Heiðrúni bak við sig sem er virkilega frábær bara í meira sér sem markmaður í meistaraflokki. Vel varið hjá vörninni. IBVF kemur hérna, reynir það, hættir við, hægir á. Vel gert. Víti liggur of aftarlega og lendir í vesinni. Ásta klikkar ekki á víti frekar heldur oft áður. Það er alltaf bara að taka 2 hreinlega úr umferð og pína Framarana í að spila
4 á 4. Já, ég held ég hafi rétt hún. Annað víti. Ásta aftur á punktinn. Nú klikkar hún. Þær koma strax út aftur, klippa á 2. Það ætla að vera grimmar IBF-stelpunar, bara flott vörn hjá þeim. Það ætla að þvinga framarann í erfiðar ákvarðanatökur og láta að spila á fáu leikmönnum. Hending kemur bara upp, alveg á kæru og skot langt fram hjá. Frábærar útfæra vörn hjá þeim. Missa hann, IBF liggur ekkert á, það að flýta sér og mikið í Erna Guðlaug var að skora þetta. Eins og segi, framararnir alltaf að vera grimmar í hraðaplötum og það verður kannski þeirra sterkast á vopn upp í staði í dag. Hættulegur leikur hjá Framstelpunum, þær eru mjög flatar. Þau ekki taka hálft skref aftur og bak, þá er það farnar að verjast inn í teig. Kemur Ásta. Bara unnið bolti. Sko, þær horfa bara eina átt framararnir. Mjög grimmar í þessar hraðaplöpu sínum. Missa boltan klaufalega, framarar, IBF, þetta er svona fætur skýrður í augnablikinu. Leikmenn að flýta sér, reyna meira heldur að ráða við. Hraðaplöp, ekkert. En já, hann búið að flauta. Ásta kemur. Frábærlega varir. Heiðrún kemur hérna á fullri ferð. Komaði núna framararnir. Missa boltan enn og aftur klaufalega. Hún ætlar ekki að gefa neitt eftir.
Framararnir búin að gera núna 5 boltamistök á smá tíma og IBVF hefur ekki tekist að nýta sér það. Dýrt fyrir IBVF að nýta þetta ekki þegar Framarar að gera svona mikið af mistökum. En aftur nú eru Framararnir heppnir, hún að verjast inn í teig. Þetta stórhættulegt hjá þeim að vera svona aftarlega. Línumaðurinn leggst á milli 1 og 2 og þannig að hornamaðurinn lendur eiginlega með aftan á línumanni. Grip. Þær eru sterkar, þær eru að spila hérna 4 og 4 í vörnin og þær eru bara Framarar að gera þeim þetta mjög auðvelt. Erla Guðlu með sitt annað mark, kemur aftur fullu krafti þarna. Þetta auðningur. Bolti komið strax í gang. Bolti komið strax í gang. Og þarna betri hreyfingar. Það var Ragnheiður Rós Ingvarsdóttir með sitt fyrsta mark. Það var óvart vitlaus skipting, misskilningur. Sara Sif Jónsdóttir fór inn á þess að hafa leyfi til þessu. Smá vandræðagangur hjá þeim. Þær eru ekki sóknarlega IBVF ekki búin að ná sér á strik en vonandi kemur það. Mjög einfalt og gott hjá þeim. Harpa bara fyrir Geirsdóttir með sitt annað mark. Þetta var bara mjög einföld stimplun hjá þeim og einu fleiri og tæmann á horni. Þetta er mjög og maður enn og aftur Framararnir
og finna lausan mann. Þannig var Jónína Hlín Hansdóttir komin alveg á sjó. Hún mikið í varnarskiptingum en keyrir hraðaplöpin. Þannig að svona Framarnir að standa vörnina frábærlega hérna og IBVF ekki að finna margar leiðir til að losa þetta. Sko enn og aftur þá nú þetta komið svona í smá. Hrafnhildur verður bara að taka timeout og já, tekur timeout og þetta er ekki eftir að bíða. Það er að vera búnar 13,5 mínúta fyrir hálfleik og 1 mark komið. En það er bara of lítið. Jæja, sjáum hvort að Hrafnhildur hafi ekki fundið út einhverja smá lausnir fyrir þær. Þannig að það létta aðeins á þessari pressu. Það fyrir að fara að finna að fá 1 mark. Áminning, já, það var aðeins sendið á henni. Koma þær. Þær voru nálægt, þær eru bara framararnir eru bara alltaf aftarlega. Þær eru alveg við 6 metrana, þannig það er ekkert annað heldur en Marta Björk skora þetta mark. IBVF komin í 6 vörn og þá er það bara veisla fyrir liðinu ef það ætla ekki að fara á mótinni. Það taka hraðið mið IBVF, reyna að fara í 4-2, nei, leysi það út aftur. Svolítið hissa á Hrafnhildi að fara bara ekki 4-2 vegna þess að hægra hornið er alveg bara ónýtt, sko. Harpavæli var það var ekki. Lena skorar á vítinu.
það svona eins og þetta virðist vera að þróast fyrir IBVF. Fram aftur bara í 6-0. Það bara taka hraðhlaupin. Skotu það fram hjá IBVF. Og Lena kemur bara fullri ferð. Það eru bara talsvert sterkar enn sem komið er. Ekki mikið í gangi núna hjá þeim heldur í IBVF-stelpunum. Það er svona, það virðast ekki svona vera með neitt plan. Ekki vera að leysa inn eða þetta Maggi eitthvað vill fá eitthvað kerfi, það var ekki gert. Framararnir kom aftur á fullu. Þær eru grimmar. Framararnir spila tiltölulega bara síðan taka hér smá hreyfingar með og vel varið. IBVF þarf að fá hann núna í gangi í markinu. Andrea Gunnlaugsdóttir, hún verður að fara að vera grimm og taka eitthvað skotum. Stelpunum bara rólegar hérna. Einfalt hjá þeim. Línumæður fékk góða sendingu, Svala. Fyrir með horni. Nei, og skoraði vel gert hjá henni. Og Dagbjört Lena sem skoraði þetta. Lena Margrét svaraði bara strax á bragði, þannig að þetta sko tiltölulega einhvern veginn létt hjá þeim. Leysa inn hérna frá hægri, já, það var að setja eitthvað upp, fer upp í skotið. Það gekk ekki, halda áfram bara 4-2. Fari árásina. Já. Leikmann númer 11, Sara Sif skoraði þetta mark. Nei, fyrirgeðu, ég held hún hefði dæmt mark við sjálfsökunar.
maður núna. Hún grimm. Erna Guðlaug, hún mjög grimm hérna á miðjunni. Fer aftur bara á, hún fer aftur. Já, vel varið. Andrea, vel varið hjá henni. Skiptir öllu. Setur þetta góður. Hraðarshlaup. Það eru óhræddar að senda þessa bolt, alveg óhræddar. Það er það sem skiptir öllu. Það er óhræddu við að henda svona boltum fram. Smá stöðuskipti bara til að reyna að fá meiri hringekju og snúðkallar á það, þannig að það er að fá innleysingar og hreyfingar. Það er bara að halda IBF inn í leiknum núna finnst mér. Framar að taka leikli, aðeins skerpa á sínum hlutum. Hann er ekki sáttur við. Þeir eru búin að skora 12 mörk, þeir vilja bara fá meira. Sjáum hvað þeir hafa kapparnir Sissi og Guðmundur kokkað upp, þeir hafa búið sér til eitthvað vill fá eitthvað nýtt inn í þetta það er ekki fengið mikið kannski uppsitt í stoknu í ögnablikinu framararnir já nú 22 menningu það eru gera þetta mjög vel. Lena, sjötta mark í dag.
Beint á hana. Þegar hlaðuplaupið. Ekki alveg að gera sig hjá þeim. Sendingarnar hjá Fram. Gerðu kannski það sem þurfa að gera meira að IBVF og fundu bara Ástu þarna, fór í blokk og hún fór fram hjá blokkinu skotið. Þeir verða að fá fleiri mörk frá Ástu, hún sú sem á að draga vagninn sóknarlega hjá IBVF. En við erum heldur vel inn í þessu. Víti. Hún bara mætt í hornið, hún komin í gang markinu. Frábært alveg. Andri virkilega að gera þetta vel núna. Það sem að IBVF verður bara að gera, þeir verða bara að sýna vinnusemi, þeir verða bara að taka eitt skref í einu og ná einum bolta. Þetta ekkert 7 mörk, ekki neitt ef að þær vinna þetta svona hægt og rólega tilbaka. Mark á hann bara, já. Þá er það að skilja henn eftir, kemur hún á, frábærlega varið, fyrir úr hínu horninu og þá skorar hann. María Arnórdóttir var að skora sem fyrsta mark. Það skulle ekki reyna aftur blokkina hérna fyrir Ástu. Já. Inn á horni. Þetta að verða ansi mikið að vítum. Þá skorar hana. Ásta.
Framararnir hafa hérna tæpa hálfa mínútu til að bæta við 15. markinu hérna í hálfleiknum, en Íbúar fyrir bara svolítið merkilegt, en já, það er svona, fannst þetta nú ekki vera neitt. Það er alltaf leið, þeir dæma, við erum alveg treysta þeim. Hálfleikur, við fengum kannski ekki þá spennu sem við byggum stuð í fyrra hálfleikin, vonandi koma þeir í seinna hálfleikin sterkar og fínar hérna IBF-stelpur, þannig að við fáum meiri leiki í þetta. Sjáumst strax eftir hálfleik.
Velkomin á skjánum aftur. Nú seinna hálfleikur hér í þriðjaflokki kvenna, bikarúrslit að byrja. Og sjá hvort að hvað er kokku upp núna í BF-stelpur. Það þurfa svona helst fljótlega að koma sér inn í leikinn, bara svona til þess að það verði ekki of mikið bíl á milli þeirra. Já, bara í árás. Óöppin. Komna full nálægt. Óvarnar núna í BF með stangarskoti eða sláskot. Það verður gott fyrir þær að fá mark. Það er nú búin að vera 1:20 í sókn. Það er gott að lyfta upp höndinu fljótlega. Ég er þetta mjög markvist. Ingunn Lilja Bergsdóttir með sitt fyrsta mark. Vel gert hjá henni. Inn úr þröngu færi, já, og skoraði. Þetta er vel gert hjá henni. Leikmaður númer 44. Hafrún Dóra. Já, vel varið. Andrea heldur bara áfram hans frávarhorfi í fyrri hálfleik. Það standa sér frábærlega hérna í markinu. Missaði boltan í BF. Koma þær á fullu framstelpur. Já, inn á línu og víti. Vel gert. Menna fyrir á vítapunktinn og frábærlega varið. Andrea er bara komið samt mínutalningu 9 skot varin í þessu leik og fram og IBF keyrir á þær. Dómarsdóttir að skora þarna, virkilega vel gert hjá þeim. Og enn við erum komið 10 skot varin. Hún ætlar sér að gera það sem hún getur gert til þess að þessi bikar fari til Eyja í kvöld. Þetta er einhverju, já. Þetta er rétt. Hún stendur bara kjör.
Framar að setja eitthvað upp. Eitthvað sem kalla X, sýnist mér. Já, leysir Hornhamar á móti. Já, það er halda áfram að sækja á þetta í BVF, gegn með þið bara. Flott skotum vel varið. Þeir reyna aftur sama á þann. Og frábærlega varið. Frábærlega varið, en hann vil meina hann hafi aðeins stjakað við henni. Og enn varið víti, frábærlega gert. Svolítið mikið að ryðjast, það er ekki að... Frábærlega gert úr horninu. Þær eru ekki alveg hættar. Leikmaður númer 15. Eva sem skoraði þetta mark. Leikmaður númer 26 sem skoraði þetta, Ingu Lilja. Já, og mark. Leikmaður númer 25, Elísa, skoraði þetta. Þetta er að vera svo skiptustu hérna, það verður skiptingar hér fram núna. Það er halda þessum 5 marka forskoti, en IBF hefur ekki vist þær meira frá sér, þannig að það þarf svo sem ekkert mikið standa, eina vörðu viðbót, minnka niður í 4, allt telur þetta, það er nóg eftir að 20 mínútur eftir þessu leik. Svo, hérna, já, fyrsta hraðaplöpi hjá IBF og þær skora, leikmaður númer 6. Harpavali. En verður hún, það er reyna að keyra á hérna IBF. Missan, klaufalega, koma þær í staðinn, framararnir með lélega sendingu.
dýrt. Gott fyrir IBF að minnka þetta niður í 3 núna. Láta vita að þeir væru alls ekki hættar á fótur. Nei. Alvöru hérna. Ásta Björk með sitt 5. mark. Þess að ég segi að það telur allt. Nú er þetta eins með. Sveiflan með FH fyrir IBF í augnablikinu og nú er spurning hvað ætla Framar að gera. Ætla þeir að svara þessu eða ætla þeir að bara það er bara þær eru orðnar farnar að missa trún á því. Óöfnar. Ég held að Fram hafi ekki átt von á þessu, hafi haldið að IBF væri hættar en Eyjamenn hætt aldrei, það er alveg ljós. Það er eitthvað annað í blóðinu þar heldur en að gefa stuð. Fermingur missir af henni. Fer yfir í hornið. Það setja þeir upp núna, einum fleiri. Og losa hornið. Þetta var sterkt mark, leikmann við 4, Daði. Ásta skoraði þetta brjóta hennan ís sem hann var aðeins farið að þykna ísinn hjá þeim. Framar gekk illa að skora þannig að þetta skiptir miklu máli. Nú er IBF einu færri og hvað gera þeir? Það leysa inn. Halda áfram bara að leita. Þeir bara að leita færum. Og upp inn. Og sending fram. Ég get alveg verið sammála því. Þetta eru komið kannski fullmörg skref. Þetta er bara flaut og gefa þeim fríkastið. Upp í skotið og neglir hann. Ásta Björk 6. Þeir flýta sér svolítið mikið Framarnir. Og jafnmargar aftur. Tekur náttúrulega orku frá IBF að vera alltaf og reyna að minnka þetta en ég er samt sem að það nægur tími. Það er ekki þeim að kenna þeir séu aðeins sterkari. Það er bara fríkastið, það er ekkert meira þarna. Komaðar aftur. Það er ómikið það er komnar úr nála, það er að tróða ómikið sko. Í kast. Nei, ekki sækja mikið þarna inn í pakkan.
Fyrir kemur skotið. Segi í hóttinu, hún alveg, það hvað maður flikist, hún gerir þetta mjög vel, fer út fyrir hotnamanninn, fer á milli 1 og 2, heldur sér vel í lofti, heldur vel hæð og skora síðan. Að reyna mikið þarna inn, verða að gera svo áðan, bara setja aðeins meiri kraft í, losa boltan, losa þarna, óbeint. Þetta að fara 7 og 6, það að taka úr umferð og þetta reyna þetta 7 og 6. Það allt opið og skorar. Það nefnilega, þetta eitt af því sem að ef að menn eru klókir og gera þetta vel, þá tekin umferð, færa bara manninn frá og markmann út af og leikmann til viðbótir enn á. Og skorar. Og vel varið. Vel varið. Búinn að standa sig frábærlega í markinu. Frekar Löfsdóttir búinn að vera alveg frábær fyrir íbjöðafísleik. Allt og nálægt. Aftur fyrir hún eins. Nákvæmlega eins. Hún stígur inn í hornið þegar hún fara að sækja boltan, svo fer hún út fyrir á milli 1 og 2. Frábærlega gert. Og enn verður hún víti. Hún kom með 3 víti varinn. Fyrir Fram, 12 mínútur eftir. Nægur tími. Svo koma þessi áhlaup hjá Fram. Koma þessi 2-3 áhlaup. Og það dugar þeim til að komast aftur á góðan stað. Ná í góða forystu. Hjá IBF einu færri og tekið umferð, þá þetta
þetta erfitt. Og bara reyna. Hendin kemur upp. Þær koma alveg á full. Þær koma alveg á fullri ferð. Það hætta bara ekki. Mjög grimmar. IBF tekur leikið og þetta aðeins að skeppa á þessu. Þetta eru 10 mínútur og rétt rúmar eftir að þessu leik og þetta er komið aftur í 7 mörk. Það eru búin að ná þessu niður í 3. Og það er erfitt, eins og ég sagði áðan, þú ert alltaf að elta, alltaf í þessu vesinni að reyna að jafna hlutina sko, en svo gengur það ekki og þá svona þrýttur þú svolítið örendið að þú ert að fann að gefast upp og efast að þetta gangi, en það er nægur tími ennþá. Það er 10 mínútur og miðað þessi áhlaup 2 sem IBF hefur tekið hér í seinni hálfleik, þá hef ég nú trú á því að þær taki 1 áhlaup í viðbót. Ég vona það allan að það er gaman að fá smá pressu á þetta í lokin. Sjá hvað setur hérna seinustu 10 mínúturnar. Það er að sjá hvað gerist hérna seinustu 10 mínúturnar. Ég hef nú ekki trú öðru heldur. Jú, það er búin að breyta eins Ásta er sett í hornið, þeir ætla að láta hann að koma utan með vafalaust og fá boltan. Þarna kemur hún. Þeir að reyna að fá hreyfingar á. Já, óöppin. Koma framararnir á fullu. Ragnheiður Ósk með þetta mark. Og það er svona. Það er að byrja hægt og rólega. Hver mínúta sem líður núna, þá segjum við það að þetta verði erfiðara. Fram þarf ekki að halda þetta miklu leikur út til þess að klaufalegt og mikið á klaufavillisum. Fram kemur með allt líð alltaf í hraðaplöfum, það er enginn sem situr eftir. Þær gera þetta aftur, 7-6. Gleyma þeir vopnin alltaf. Vopnin aftur auð. Frábærlega varið í kast. Frábærlega varið.
Andrea Gunnlaugsdóttir komið miðað við mína talningu, þá er komið 15 skot varin í leiknum. Þannig að það verður seint, hún verður seint sökuð það að hafa ekki gert sitt í leiknum. Það er eins og ég segi, Framar með svona hægt og rólega að herða tökin þennan leik. 7 mínútur eftir 9 mörk. Þetta er svona leikmann úr 13 sem skora þetta hérna Guðlaug. Það aflust þetta. Þessi leikur bara að fjara. Fór í andlitið. Vel gert, vel klárað. Leikmann úr 44, Hafrún Dóra fékk boltan þarna, fór vel út í hornið. Nú ætlar að taka maður á mann. Og það klikkar, þá verður það bara að keyra áfram. Það hafa enga að tapa. Losa bolta. Árás. Hvað heldur? Eva var með þetta skot og markið Eva Alsesdóttir. Frábærlega gert hjá henni. Bara bolt, hreyfa sig boltalaus. Það er erfitt, þú ert með stelpur eins og Erlu sem er mjög kvik og fljót og góð að losa sig. Bara meira. En við erum að mínu mati þó að Fram sé nú búið að vinna hann að leika ég til hann. Þá finnst mér nú Andrea Gunnlaugsdóttir hafa verið maður þessa leiks. Þessi voðalega er þetta ganga fram hjá henni. Þetta var mínu mati. Svo komið. Já, auðvitað. Það er svolítið grimmar að sækja boltana. Skref. Það er rétt. Færum nú horni. Og skora. Björk var að skora sitt annað mark. Ánægður með ekkert. Ánægður með það. Það er IBF fólki, það er ekki hættar. Það er alltaf að vera eins lengi og geta. Boltinn yfir.
getum svo sem ekki sagt annað heldur en að framtíðin sé björt hjá Fram. Það er frábært lið í meistaraflokki og nú er þriðji flokkur þeirra að verða bikarmeistarar og eru eins og staðan er í dag efstar í deildinni, þannig að lítur vel út hjá þeim þessi vetur. Tvær mínútur og rétt rúma 2:10. En þá er þetta það er svona ljóst að Framararnir er að sigla þessu léttilega heim. Skref. Új. Klaufi svolítið. En aftur er það einu færri. Það eru að klappa og fagna bara. Íbjöð að finna boltan. Svo sem fjarað út, það er alveg ljóst að þriðja flokki kvenna þetta árið verða Fram bikarmeistarar. Gera það bara alveg með sóma, þær hafa haft högla hálftir í þessum leik allan tíman og svona eru bara nokkuð vel að sigrinu komnar. Ég held að þetta er bara, við erum bara að vera sanngjörn með það og þær hafa spilað betur. Fleiri leikmenn sem að skiluðu hlutverki heldur hjá IBF. Jæja, það er að ná sig einu viðbót hérna. Nei, það er komið. Og við óskum Frömmurum innilega til hamingju með þennan sigur þegar þetta verðskuldað að þær eru bikarmeistarar 2018 í þriðja flokki kvenna. Takk fyrir.